Einn var látinn laus úr gæsluvarðhaldi í gær í tengslu við manndráp á Kársnesi. 3 eru enn í gæsluvarðhaldi, 1 hér á landi og 2 erlendis. Grunur að málið tengist skipulagðri glæpastarfsemi. Bandaríkin og Kanada lögðu 50% toll á ýmsar vörur á víxl eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada segir ekki hægt að samþykkja neitt sem ógni fullveldi landsins. Landsmenn ganga að kjörborðinu eftir viku og margir hafa enn ekki gert upp hug sinn. Efnahagsmál ráða úrslitum hjá flestum sem fréttastofa talaði við. Maðurinn sem drap 17 ára stúlku og særði 3 í skóla í Svíþjóð í gær verður líklega ákærður fyrir morð og morðtilraunir. Nemandi sem var í skólanum meðan á árásinni stóð segir fólk hafa hlaupið burt í skelfingu. Reykjavík hefur iðað af lífi í allan dag og fjölbreyttir listviðburðir í hverju horni í miðborginni. Yfir 16.000 hlauparar tóku þátt í Reykjavíkurmaraþoninu. Við safna 1,5 milljón fyrir Krabbameinsfélag Akureyrar og bara stórkostlegt. Komið þið sæl. Við erum fyrr á ferðinni í kvöld vegna útsendingar á tónaflóði Rásar 2 á Menningarnótt sem hefst klukkan 7. Meira það hér rétt á eftir. En manndráp á Kársnesi í Kópavogi fyrr í mánuðinum talið tengjast skipulagðri glæpastarfsemi. Europol aðstoðar við rannsóknina. 2 menn höfðu setið í gæsluvarðhaldi hér á landi í tæpar 2 vikur en öðrum þeirra var sleppt í gær, samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Sá erlendur ríkisborgari en gæsluvarðhaldi yfir hinum manninum sem íslenskur í gildi fram á mánudag. Ekki liggur fyrir hvort farið verður fram á áframhaldandi gæsluvarðhaldi yfir honum. 2 til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins, 1 á Spáni og annar í Póllandi. Grunur að málið tengist skipulagðri brotastarfsemi og Europol hefur aðstoðað við rannsóknina sem bæði umfangsmikil og flókin. En lögregla telur sig þó hafa ágætis mynd af atburðarásinni. Maðurinn, erlendur ríkisborgari á 50-aldri, var utandyra með mikla áverka þegar lögreglu bar að garði og lést af sárum sínum á sjúkrahúsi. Samkvæmt heimildum fréttastofu talið að hann hafi verið stunginn og að sýru hafi verið skvett á hann. Viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kanada komst á alvarlegra stig í gær þegar slitnaði upp úr viðræðum tollasamning. Donald Trump forseti Bandaríkjanna sagðist í gær vera bjartsýnn á að samkomulag næðist. Hvorir segja hina hafa komið með skilmála á síðustu stundu sem ekki var hægt að samþykkja. Þetta var til þess að 9 tollar Bandaríkjanna á kanadískar vörur sem áttu að taka gildi á miðvikudaginn en var þá frestað 3 daga, tóku gildi í dag. Og áður en tollarnir tóku gildi í dag voru Bandaríkin með 50% tolla á stál og ál og 25% tolla á bíla. Það sem bætist við núna 50% tollur á ýmsa vöruflokka eins og hokkibúnað, steinsteypu, áfengi, mjólkurvörur, föt og ýmsar smávörur á borð við kerti, hundaólar, ferðatöskur og skartgripi. Listinn alls ekki tæmandi. Vörurnar sem bera nýja tolla jafngilda 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjanna og forsætisráðherra Kanada segir að svarað verði í sömu mynt. We were not prepared to compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries. Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses. Our response will be concentrated in sectors such as steel, dairy, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, and electronics. We take this step confident that it is in the best interest of Canada. And that by rejecting a bad deal, by standing up for Canada, by focusing on what we can control, we will build Canada strong for all. Það erfitt að ímynda sér að stúlka sem satt við sama borð og ég sé allt í einu dáin, segir 16 ára nemandi framhaldsskóla í Fagerstad í Svíþjóð árás sem gerð var í skólanum í gær. Mikil sorg ríkir í bænum. Strax í gærkvöld söfnuðust íbúar saman og lögðu kerti og blóm fyrir framan Brynjelsskólann þar sem mótæðið var framið. Andrúmsloftið var þungt. Þangað mætti meðal annars nemandi við skólan sem var þó ekki á staðnum þegar árásin var gerð. Vi som går ettan hade ju så här teambuilding på Eskin så vi var ju alla ettor med varandra och så kom ju några till skolan för att liksom hämta grejer och så hände det hade man inte trott. Í morgun var staðfest að 17 ára stúlka sem var nemandi við skólan hefði látið lífið. 2 til viðbótar eru alvarlega særðir.
Fjöldi nemenda var nærri þegar hún var drepin. Alla började springa helt plötsligt och jag bara följde med strömmen för jag förstod inte vad som hände. Och då vi sprang igenom en korridor och sen jag vände mig om. Jag ser den här tjejen stanna upp och hennes kille stanna upp också. Och sen det första hennes kille säger när vi kommer ut är att hon är död. Det känns så hemskt att någon man satt med vid samma bord och som man hade konversation med helt plötsligt är död. Karl Gústaf Svíakonungur sendi samúðarkveðjur í morgun vegna árásarinnar. Þá gengu leiðtogar stjórnar og stjórnarandstöðu saman með blóm sem voru lögð við skólan. Árásarmaðurinn verður líklega ákærður fyrir morð og mordtilraunir. Hann er fyrrverandi nemandi við skólan en lögreglan hefur ekki viljað gefa frekari upplýsingar hann né mögulegar ástæður fyrir verknaðinum. Eftir viku ganga landsmenn að kjörborðinu og taka afstöðu til þess hvort viðræður aðild að Evrópusambandinu verði hafnar á ný. Fréttastofa hefur síðustu daga rætt við fólk á landsbyggðinni. Margir segja efnahagsmál ráða sínu atkvæði. Aðrir hafa áhyggjur af framtíð landbúnaðar. Ertu búin að ákveða hvort þú segir já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni? Já, ég held ég sé búin að því, já. Og hvað það sem ræður mest þína ákvörðun? Ég bara horfa til framtíðar held ég, hugsa börnin. Vextir og annað og verðbólga og allt saman húsakaup fyrir þá sem eftir okkur koma og svona. En ég er náttúrulega með bændur líka þannig að ég er svolítið svona, já, en ég vil sjá. Já, ég segi nei. Ok, hvers vegna? Við höfum verið alein alla tíð. Við höfum alltaf gert þetta sjálf, diskuterast vandamál sjálf og ég vil að hver einasta lausn sé íslensk lausn, sama þótt sé góð eða ekki. Nei, ég er ekki búin að því. Hvað það sem mun ráða mestu ákvörðuna þína? Ég veit það ekki alveg, það eru bara börnum mín. Ég ætla að segja nei. Hvað ræður mest það? Já, við vitum ekki hvað er í þessum pakka og þeir samningsaðilar sem eru nú við stjórnvöld reka áróður sem með þessu en þau veit ekki neitt hvað eru að afsala sér. Er einhverjir ákveðnir þættir sem hafa mest áhrif á þína afstöðu? Ekki kannski neitt sérstaklega, sko. Ég vil bara sjá hvað er í boði og taka svo afstöðu, sko. Og ég ætla að segja nei. Hvað ræður mest það hvort þú segir já eða nei? Það er svo ýmislegt. Við hefum ekkert með því að fara inn í þetta og líka það að við getum alveg staðið undir okkur bara sjálf. Já, við viljum bara sjá hvað er í boði hjá Evrópusambandinu. Það er búið að vera svo mikið af falsfréttum og ýmis konar orðskrúður að ég held að við þurfum bara að fá eitthvað raunverulegra. Mér finnst bara mikil upplýsingaóreiða og bæði með og á móti, þannig að já, mætti kannski skýra það betur út. Já, það er bara frjálsræði landsins. Við erum náttúrulega sjálfstæð þjóð og við viljum bara vera það áfram og svarið mitt er mjög einfalt, það er nei. Ég ætla að segja já. Já, af hverju? Bara forvitin í rauninni og bara við finnst eiginlega óþægilegt að segja nei þegar ég veit ekki alveg 100% við hverju ég segja nei. Já. Ég er náttúrulega gömul bóndadóttir eða alin upp í sveit þannig að ég horfi svolítið á þau mál og er eiginlega þess vegna tek ég afstöðu með að segja nei. Af því að mér þykir vænt bændurnar og vil hafa fæðuöryggi í landinu. Já, ég ætla að segja nei. Já, akkurat. Hvað er það svona sem að gera það að verkum? Ég veit það ekki alveg en ég bara líst ekki á þetta, þannig að ég segi bara nei. Já, ég ætla ekki að segja já, ég ætla að segja nei. Klárt. Hvað það sem ræður mestu í þín ákvörðun? Ræður mestu? Ef ykkur er búin að kynna sér þetta eitthvað þá vil ég ekki fá 1.000.000 lög og reglur yfir mig. Já, allavega finnst mér að verða að kíkja í pakkan til að sjá hvað er hinn meginn. Eitthvað sem að... Nei, segir bara nei, þá náttúrulega vitum við ekki neitt. Ég er á báðum áttum ennþá. Já, en ertu svona að skoða þetta? Já, ég er að skoða þetta og lesa mér til og taka mínar eigin ákvarðanir með þetta. Já. Til hvað þátt ertu að líta? Hvað er svona helst sem hefur áhrif á það? Bara hvort þetta sé gott fyrir mín börn í framtíðinni. Punktur. Ég eiginlega veit ekki, mér finnst ég bara svona að verða að rekja mann í upplýsingum á báða bóa og ég hugsa ég bara kvöldi áður fari ég að lesa gegnum allt saman og reyna að ákveða mig út frá því. Gott feeling, bara tilfinning. Ég er búinn að hlusta á
öll podcast í sumar og horfa á Silfrið og allt og þannig að blasir við fólk sem veit miklu meira þetta ég. Þannig að endanum fer ég bara beyond það og það sem kviðdómurinn segir. Þú veist, Egilsstaðir er mjög mikill svona sveitabær, svo það er mikið svona sveitaumræðuna og áhrif sem Evrópusambandið mun hafa á sveitirnar. En síðan eru líka fasteignaverðin hérna. Það er annað sem hægt að skoða á jáhliðinni, en þetta er svolítið svona báðum megin. Haldið var upp á 100 ára afmæli elstu tombólu landsins í dag hjá kvenfélagi Grímsneshrepps. Allur peningur sem safnast rennur óskertur til góðra málefna. Eins og við sjáum hérna bak við mig er mikil aðsókn og mikil stuð af fólki og spenningur að fá vinningarna sína. Þetta er það sem gefur bara starfinu lífið og gleðina. Þetta er bara alltaf toppurinn á árinu. 80 konur eru í kvenfélaginu og allar mjög virkar í starfinu, enda höfðu þær í nóg að snúast í dag eins og að baka vöflur ofan í gestu og að sjálfsögða finna vinninguna á tombólunni. Fólk hefur greinilega mikinn áhuga á þessu. Algjörlega, þetta er líka bara kynslóðin er að koma hérna margar saman og þetta er bara árlegur viðburður og hefð hjá fólki. Það er bara mjög gaman. Ég mæli með. Þetta er ekki bara bakstur og prjónaskapur. Eins og þið sjáu hér, hérna erum við bara í viðburðarstjórnum. Ég ætla að kaupa miða, getið fengið miða? Já, sjálfsögðu. Og sjálfsögðu keypti ég miða og hvað haldi ég fekk grænmetisskera, takk fyrir. Fjölbreyttir listviðburðir eru alla borg í tilefni menninganætur og það styttist í tónaflóð á Arnarhóli. 16.000 hlaupagarpar tóku þátt í Reykjavíkurmaraþoni. Sprækir hlauparar spændu af stað í morgun og margir til styrktar góðu málefni. Alls hafa safnast yfir 285 milljónir króna. Þetta byrjaði svolítið á því að við mistum hjón úr krabbameini og börnin þeirra störtu við þessari söfnun og svo greinist ég í miðjan apríl og lendi inn í þessu, svo ég sagði við, ég er svo athyglisjúk að ég lendi inn í þessu, tók yfir. En það bara fór boltinn að rúlla og við erum búin að við erum 90 manna hópi sem komum að þessu. Við safnaði 1,5 milljón fyrir Krabbameinsfélag Akureyrar og bara stórkostlegt. Það var svo gaman alla leiðin og það er svo gaman hvað fólk styður á leiðinni við hlauparana og erum með alls konar uppákomur og svona, það er bara geggja og maður fer alltaf bara í betra skap og bara já, ég get þetta. Við Þjóðminjasafnið sló Víkingafélagið Rimmugígur upp tjaldbúðum og þar var mikið miðaldafjör fram eftir degi. Í Hafnarhúsinu gátu gestir notið og jafnvel tekið þátt í listsköpuninni. Við erum hérna með sýningu frá þýska listamanninum Karin Sander sem opnaði á listahátíð hjá okkur í sumar og hér erum við stödd fyrir fram að þetta verk þar sem hún er að þrívítar skanna fólk og gera það að styttum. R.O. Klippismiðja kom hugmyndafluginu af stað. Ég er að reyna að búa til eins og New York, nefnum bara fullt af húsum og alls konar þannig. Hefur einhverja tengingu við New York? Hefur þú komið ánga? Nei, en mér langar mjög mikið að fara. Ég er að klippa út bara þær myndir sem mér finnst flottar og svona púsla þeim einhvern veginn saman eins og mér finnst flott. Við reynum að finna einhver íkon í þessum myndum sem að fylla með gleði og skeyta þeim saman í eitt stórt gleðiverk. Viltu sýna mér svona eitt íkon sem fyllir gleði? Já, þessi ávaxtakarfa hérna, hún fyllir mig gleði. Það er fátt sem að gera mig kátari heldur en góð ávaxtakarfa á svona degi. Á Kjarvalsstöðum áttu fjölskyldur skapandi gæðastund. Og þar mátti einnig sjá listrænt jóga með sirkusívafi. Í Gallerí Fold var sannkölluð tónlistar- og myndlistaveisla og sumir blönduðu jafnvel báðum listformum saman. Stundum veit maður ekki alveg hvað maður gerir, en ég bara fór að raula eitthvað lag og þessi mynd kom. Þú blandar saman tónlist og myndlist? Já, ég er nú gömul söngkona og þá syngur maður á striga, segi ég. Þetta er söngur á striga? Söngur á striga, alla mína myndir, meira að minna. Og þetta er ekki búið því einn af hápunktum menningarnætur er tónaflóð Rásar 2 á Arnarhóli sem hefst innan skamms. Og það er okkar maður Siggi Gunnars. Siggi, er allt klárt ykkar megin?
Já, það eiginlega allt klárt nema við eftir að skrúa fyrir rigninguna, en mér skilst að sé verið að vinna í því og vonandi verið stytt upp þegar við hefjum leik hérna klukkan 7 í kvöld. Og það heljarinn að dagskrá framundan. Jói P. Króli hefja þetta klukkan 7, svo það Árný Margrét, hljómsveitin Space Station, Daði Freyr og svo það Páll Óskar og Benni Hemhem sem að reka smiðsöggið á Tónaflóð í ár. Og svo náttúrulega það auðvitað flugeldasýningin klukkan 10. En eins og sagði, þá það Jói P. Króli sem að hefja þetta og hérna hann Króli. Hverju eigum við von á í kvöld frá ykkur? Þetta er svolítið veisla framundan. Já, þetta það sko, vægast sagt. Við erum búin að vinna að þessu 45 mínútna sjói núna í dágóðan tíma, stífar æfingar, mikið að hringja í fólk sem við höfum aldrei spilað með áður. Þetta ákveðin svona, þetta eiginlega ótrúlega blanda af tónlistafólki sem að koma fram hérna með okkur sko. Aldurspilið breytt, hvað maður að segja, tónlistastefnundar eru ólíkar og við dillum okkur allan á öllum æfingum sko og Guð mér ánægt, það var að æfa reykvél hérna. Það allt í lagi, þetta bara reykvél hérna. Já, það verið að endurgera eitthvað svona Brynjar Níelsson moment hérna sem bregður svona mikið. Nei, það var vona bara massa fjör og við ætlum að skemmta okkur og vonandi gera fólk hérna á Arnarhóli og heima í stofu sömuleiðis, það líka. Já, og ég horfði aðeins á listan yfir það sem að koma fram með ykkur og ég hugsaði bara, já, hvernig datt þeim þetta í hug? Hvernig datt ykkur þetta í hug? Sko, það bæði, sko, þetta er vel valdir listamenn. Þeir allir hafa svona, eiga sér stóran sess í hjarta og hugum okkar Jóa, hafa mótað okkur á einn eða annan hátt og síðan endur við þetta sko næst síðasta lagið lagið okkar. Vegna þess að þegar maður búin að vera í 10 ára sambandi eins og ég og Jói, þá öll pör eiga sér lag og við erum að fá að heyra þetta lag flutt í fyrsta skipti lifandi í kvöld og við munum örugglega gráta. Ég hlakka til að heyra lagið ykkar á eftir og gráta með ykkur, gangi ykkur vel og það bara að gera að vera með okkur, annarkvort að klæða sig bara almennilega og mæta hér á hólinn klukkan 7 eða vera með okkur í beinni útsendingu í sjónvarpinu og á Rás 2. Sjáumst! Gerum það, Siggi, takk fyrir þetta og passið ykkur á reykvélunum. Og ætla Siggi viðeigandi þá að líta næst til veðurs. Komið sæl, það nú ekki verið sérlega spennandi veður hér á vestanverðu landinu á menningarnótt en það aðeins að skána en þó ekki mikið. En við skulum byrja að líta hér á stóra yfirlitskortið okkar og við sjáum hér skilin sem ollu þá rigningunni hér fyrir í dag og eru að detta yfir þessum töluðum orðum. Við sjáum það nú betur á eftir en það gerist óskup lítið hjá okkur á morgun. Við verðum svolítið á milli kerfa. Við sjáum hér annað kvöld að þá að myndast lægð hér suður af landinu og hún verður hjá okkur síðan á mánudag. En við skulum þá líta hér yfir á hitasviðið og þær verða þá hérna hún verður dillandi hér og hæðin að færa sig yfir Bretlandseyjar. Þannig að við erum til í þess þokkalega mildu lofti en þá sækir að okkur aðeins svalar loft hérna vestast sem að lægðin búin að snúa í kringu sig og þar af leiðandi verður úrkoman á morgun örlítið skúrakendari svo sem kemur. Þannig að kannski minna súld og rigning en meira skúrir. En þróunin þá í kvöld og í nótt, við sjáum hér leifarnar að skilunum fara hér yfir. Það dregur úr þessu fljótlega kringum og eftir kvöldmat en á móti kemur þó að virki svo að hafi nú stytt alveg upp hérna vestast þá verður svolítið rakt lofti þannig að það verður súldaroft fram að miðjanótt en náttúrulega móti sem hádegi á morgun og þá verður farið að brotna svolítið upp og við gætum jafnvel séð aðeins í sóla af og til hérna vestan til en áttur á móti á norðaustur og austurlandi þar verður klárlega bjartast og hlýjast. Vindáttin verður suðvestlæg eða breytileg, það er hún frekar hæg, mestuleyti undir 7-8 metrum. Þannig að þokkalegasta veður en klárlega þurrast og bjartast fyrir norðan og austan. Og þróunin síðan áfram til mánudags að það er svo sem skúraleiðingar geta gert vartu sér líka á norðausturhorninu þegar líður á. Það léttir líklega til hér tíma annað kvöld. Og lægðin þá fjarlægist en svo kemur aftur á móti mánudagslægðin hér askvaðandi upp þannig að hádegi á mánudag þá gæti staðan verið þessu líka og skýjað á meira og minna öllu landinu aðeins bjartara yfir fyrir norðan en farið að rigna hérna allar að syðst hérna hefur nú laumast einn smá villa á Blönduósi það á nú að vera 13 gráður en ekki 31 en þetta er nú sem gerist annars lagið en hins vegar þá er austlæg átt en ekkert hvöss og eins og þess að fara að rigna hér syðst. Og síðan þegar við höldum áfram og förum yfir á þriðjudag, sjáum lægðin að koma hérna, hún kemur ansi nálægt Reykjanesi, þannig að menn þurfa aðeins að fylgjast með, það þarf ekki miklar breytingar á lægðarinnar til þess að veðri geti þá breyst dálítið með, en spátna gerast ég ráð fyrir að hún setji stað hérna vestan við
og þar af leiðandi verður svona frekar blautt á sunnan- og vestanverðu landinu en mun þurrara og bjartara á norðaustur- og austurlandi. Og svona heilt yfir bara mjög fínt veður á þeim slóðum. En hins vegar þungbúnar aftur annar staðar. Síðan ef við lítum hér aðeins yfir á miðvikudaginn þá gert ráð fyrir smá bakka hérna allra vestast en annars skýjað og þurrt veður. En við förum ekki lengra með þetta í kvöld, verið sæl. Íþróttafréttir verða á sínum stað hér rétt á eftir. Við skulum sjá hvað þar ber hæst. Það voru ekki kjör aðstæður í Reykjavíkur maraþoninu í dag en keppendur létu það ekki á sig fá. Sigurvegararnir í hinum ýmsu vegalengdum komu víða að. Glæsileg tilþrif sáust á Evrópumóti karla í áhaldafimleikum í dag þegar keppt var til úrslita á 3 áhöldum. Enska úrvalsdeildin í fótbolta farin á stað á ný. Óvænt úrslit urðu í bestu deild kvenna í gærkvöld og handboltamaðurinn Gísli Þorgeir Kristjánsson var í stuði með Magdeburg í dag. Íþróttir hér eftir augnablik. Það var helst í þessum fréttatíma að einn var látinn laus úr gæsluvarðhaldi í gær í tengslum við manndráp á Kársnesi. 3 eru enn í gæsluvarðhaldi, 1 hér á landi og 2 erlendis. Grunur að málið tengist skipulagðri glæpastarfsemi. Bandaríkin og Kanada lögðu 50% toll á ýmsar vörur á víxl eftir að viðræður tollasamkomulag fóru út þúfur. Forsætisráðherra Kanada segir ekki hægt að samþykkja neitt sem ógni fullveldi landsins. Landsmenn ganga að kjörborðinu eftir viku og margir hafa enn ekki gert upp hug sinn. Efnahagsmál ráða úrslitum hjá flestum sem fréttastofa talaði við. Maðurinn sem drap 17 ára stúlku og særði 3 í skóla í Svíþjóð í gær verður líklega ákærður fyrir morð og morðtilraunir. Nemandi sem var í skólanum á meðan á árásinni stóð segir fólk hafa hlaupið burt í skelfingu. Reykjavík hefur iðað af lífi í allan dag og fjölbreyttir listviðburðir í hverju horni í miðborginni. Yfir 16.000 hlauparar tóku þátt í Reykjavíkurmaraþoninu. Það var þetta upptalið hjá okkur í bili, komið að íþróttafréttum og svo útsendingu frá tónaflóði Rásar 2. En við ætlum að enda þennan fréttatíma í Austurríki, þar sem Kristófer Óli Birkisson var á ferð með myndavélina í sumar. Takk fyrir samfylgdina í kvöld, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Tónaflóð Rásar 2.